Komið sæl og takk fyrir að fá þetta tækifæri til þess að vera hérna með ykkur í dag. Það sem ég ætla að gera hérna, ég ætla að fjalla jafnrétti og bann við mismunun, eða fyrst og fremst bann við mismunun gagnvart fólki af erlendum uppruna og þá það áherslan á kynþátt og þjóðernisuppruna. Það eina grundvallarreglum réttarríkisins sú að við erum öll jöfn og það sjáum fyrst í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og í öllum helstu mannréttindasamningum að þá sú áhersla ríkjandi og það óheimilt að í flestu þessum samningum að þá kemur fram að það óheimilt að mismuna fólki meðal annars á grundvelli þátta auðvitað en meðal annars á grundvelli kynþáttar og þjóðernisuppruna. Og varðandi mismunun og hversu mikið mismunun að það hafa fjölmargar rannsóknir bæði á stöðu innflytjenda eða fólks af erlendum uppruna, samanborið við stöðu fólks af innlendum uppruna eða innfæddra bæði hér á landi og í nágrannalöndunum, ekki það sem ég hef svona helst fylgst með Norðurlöndunum, að þar liggur fyrir að innflytjendur standa mun verr að vígi á mjög mörgum sviðum. Þeir eiga erfiðara með að fá vinnu, sérstaklega ef þeir bera nöfn sem eru til dæmis dæmigerð fyrir Mið-Austurlönd, svo dæmis tekið. Börn af erlendum uppruna menntast að jafnari minna eða hafa styttri menntun heldur en börn innfæddra og ofbeldi gegn konum af erlendum uppruna meira heldur en gagnvart innlendum konum og svo mætti lengi telja. Og það sem kannski mestu máli skiptir í þessu samhengi það að fólk af erlendum uppruna, meðal annars samkvæmt þeirri rannsókn sem var gerð áður en lög 2018, tvenn lög sem það voru samþykkt, það voru gerðar svona kannanir, athuganir á afstöðu fólks af erlendum uppruna og það kom fram mjög afgerandi afstaða þess hóps til þess að sá hópur taldi stór hlutans, að misnast svolítið eftir því á hvað sviðum var spurt, hvað var spurt, að hann sætti mismunun og fordómum í íslensku samfélagi. Og það var meðal annars eina ástæðan fyrir lagana. Og ein leið til að takast á við mismunun eða stöðu minnihlutahópa sem jaðarhóps og mismunun og fordóma löggjöf, eða þá löggjöf jafnrétti og bann við mismunun. Ísland auðvitað aðili að fjölmörgum alþjóðasamningum, eins og ég nefndi áðan, þar sem jafnrétti borgaranna grundvallaratriði og skyldur þar lagðar á íslenska ríkið. Það aftur á móti mjög ólíkar skoðanir á því hvort og þá hvernig jafnréttislöggjöf tæki til þess að vinna gegn mismunun í samfélaginu, eða hversu mikið hún með því að banna mismunun gagnvart hópum sem jaðarsettir. Og okkar nálgun í jafnréttismálum og hinn almenna í til dæmis Evrópu, við tökum þessu dæmi, að þá það fyrst og fremst svona einstaklingsbundin nálgun, ekki kerfisbundin nálgun, við erum ekki að takast á við kerfisbundin, tökum ekki mikið allavega, það var helst í kynjajafnréttinu sem það að litlu leyti gert en ekki hvað varðar aðra breytur. Heldur fyrst og fremst þetta svona einstaklingsbundin, það áherslan á að taka á mismunun gagnvart einstaklingum. Ef við tölum þegar við tölum hvað verndað, við tölum innflytjendur og flóttafólk sem yfirskriftin hérna, þá vaknar svo spurning hvað eigum við við? Ef við skoðum til þess bara hugtakið flóttafólk eða flóttamaður, að þá þetta munur á lagalegri skilgreiningu á hugtakinu flóttamaður í skilningi flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna og útlendingalöggjafarinnar eða hugtakinu flóttamaður þegar við erum bara að tala fólk almennt sem á flótta undan einhverju ástandi í heimilandi sínu sem þarf þá ekki endilega að falla nákvæmlega undir skilgreiningu flóttamannahugtaks flóttamannasamningsins eða laganna. Og síðan og þetta það svona svolítið vandamál sem ekki svona óreiða í þeirri umræðu. Þegar við erum að tala þessa hóp, við erum að tala innflytjendur eða tala fólk af erlendum uppruna. Við heyrum það svolítið mikið að allt í einu heyrum við það hérna svona margt fólk af erlendum uppruna og þá sett sama sem merki milli þess og flóttafólks eða
hælisleitendum, umsækjendum um alþjóðlega vernd og svo framvegis. Og þeir nefni fólk, ég meina fólk hælisleitendur og fólk alþjóðlega vernd, það er það sama, það er bara lítill hópur, það er bara það fólk sem að sækja, kemur hingað og óskar eftir að fá stöðu flóttamanns. Og hvað eigum við svo við með hugtakinu innflytjandi? Er það einstaklingur sem kemur hingað á grundvelli EES-samningsins til þess að vinna? Eða er það einstaklingur utan þess svæðis? Er það einhvers konar yfirhugtak yfir öll sem eru að erlendu bergi brotin? Ég hef ekkert einhlítt svar við þessu, en kannski fyrst og fremst að þá er svona að kasta fram þessu að það er mikil svona óreiða í notkun, í hugtakanotkun. Og það er mikilvægt, og það sé ekki tóm til að gera það hér, að við vitum hverju sinni hvaða hópa við erum að tala. Og ég ætla að fara hér yfir réttarstöðu fólks af erlendum uppruna og hvernig íslensku réttur verndar þennan hóp gegn mismunun. Og hvernig ætla að tryggja jafnrétti þessa hóps á við fólk af íslenskum uppruna. Og það er bara strax að hafa það fyrirvara að fólk af erlendum uppruna nýtur misjafnra réttarverndar eða réttarstöðu þegar að kemur að vernd gegn mismunun. Þannig er EES-borgurum til dæmis eru tryggð ákveðin réttindi á vinnumarkaði sem að borgarar kannski annarra ríkja njóta ekki. Það þýðir þó auðvitað ekki að fólk utan EES sem hér býr og starfar njóti ekki verndar gegn mismunun. Ég ætla einkum að beina sjónum að tvennum lögum númer 85 og 86 frá 2018, annars vegar jafna meðferð á vinnumarkaði og hins vegar utan vinnumarkaðar. Önnur lögin jafna meðferð utan vinnumarkaðar hétu áður lögum jafna meðferð óháð kynþættu og þjóðernisuppruna en var breytt 2022 og gildi sem þeirra var útvíkkað mikið þannig að það geti fleiri mismununar breyta. Og fyrirmynd þessara tvennra laga eru tilskipanir Evrópusambandsins frá árinu 2000 sem eru svona að flestu leyti svipaðar nema að gildissvið íslensku laganna er mun víðara, eða það segja það alla miklu fleiri breytur innan laga jafna meðferð utan vinnumarkaðar. Og ástæða þess að það í Evrópusambandinu sérstök tilskipun banni mismunun, önnur tilskipun 43/2000, hún sem sagt jafna meðferð óháð kynþættu og þjóðernisuppruna og hún miklu víðtækari heldur en hin sem nær bara til vinnumarkaðarins og þar eru nokkrar aðrar breytur undir að ástæðan þessi mikla áhersla á kynþátt og þjóðernisuppruna auðvitað fyrst sögulegar þar sem og eiga þá rætur síðar í heimsstyrjöldinni og svo aftur seinna í Júgóslavíu stríðinu. Aðeins að nefna svona bara þessar helstu réttarheimildir íslensk réttar aðrar, ekki að fara að lesa þetta það er bara stjórnarskráin sem að tekur og ég rauðmerki þarna þetta kynþáttin og þjóðernisupprunann og þarna tekið litarháttur líka og stjórnsýslulögin þau auðvitað bara hafa auðvitað bara ákveðið gildissvið bara þegar ákvarðanir ríkis og sveitarfélaga. Nú síðan höfum við mannréttindasáttmáli Evrópu sem hefur lagagildi á Íslandi og þar er ákvæði 14. greinin að réttindi í samningnum skulu tryggð án mismununar og þessu meðal annars vegna kynþátta, litarháttar og tungu þjóðernis og þjóðfélagsstöðu. En gildissvið þess ákvæðis er takmarkað þar sem það á bara við réttindi þau sem tryggð í samningnum. Nú svo þetta bara í ýmsum lögum eru ákvæði sem að varða mismunun, til þess að lögum grunnskóla. Það er ekki bann við mismunun sjálfur sér en það er tekið á því að markmið náms og kennslu og starfshættir skuli vera þannig að það sé komið í veg fyrir mismunun. Lög um réttindi sjúklinga, það er líka svona tekið fram að það sé óheimilt að mismuna sjúklingum og það á þá þetta við samskipti sjúklinga og heilbrigðisþjónustu. Nú við erum líka með mjög áhugavert ákvæði í hegningarlögum, eða áhugavert, já, ég get sagt áhugavert,
og það það að það sem það refsivert að neita manni vöru eða þjónustu til jafns við aðra á grundvelli þjóðernisuppruna og eða þjóðlegs uppruna hans, litarháttar eða kynþáttar. Og þetta og svo hann í annarri málsgrein að sömu refsingu verði að sest alltaf 5 mánuðum að neita manni aðgang að opinberum samkomustað og öðrum stöðum sem opnir eru almenningi. Það sem er svolítið áhugavert að þessum lögum var breytt 2022 eftir athugasemdir frá nefnd samnings Sameinuðu þjóðanna kynþáttasamningnum svokallaða og bætt inn þarna þjóðlegs uppruna, þjóðernisuppruna og þjóðlegs uppruna. Þannig að þarna núna komið ákveðið svona misræmi í löggjöfina hjá okkur, það hvað þýðir þjóðernisuppruni, hvað þýðir þjóðlegur uppruni. Þetta verið að tala ethnic origin á ensku, en ethnic origin þýtt í jafnréttislögunum sem þjóðernisuppruni, en það var ekki leiðrétt, en þetta var sem sagt leiðrétt. Þannig að þjóðlegur uppruni þá nýjasta þýðing á ethnic origin. En þetta getur aldrei svolítið svona ruglingi hvað við erum að tala og það er mjög mikilvægt í löggjöfinni að við séum svona konsekvent og höfum ákveðna þýðingu á hugtökum og vitum hvað við erum að tala Þetta náttúrulega sakamál, þetta sko aftur hatursorðræðan, ákvæðum hatursorðræðu að eins og sjá það hver sem, þetta vantar nú inn í hver sem ummælum eða annars með tjáningu, svo sem við myndum að táknum, vegna þjóðernisuppruna, þjóðlegsuppruna, breyðist slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsas alltaf 2 árum. En þetta náttúrulega, þarna erum við að tala sakamál sem að krefst á ákæruvaldið hafi sanni með ótvíræðum hætti og ákærði hafi þá ásetning til að fremja slíkt brot. En þegar við að tala þessi 2 hugtök, kynþáttur og þjóðernisuppruni, að þá er ekki skilgreining á þessu hugtaki í lögunum. Í tilskipun Evrópusambandsins sem að okkar löggjöf tekur mið af, þá hún sé ekki nákvæmlega eins, og tekur mið af þeirri löggjöf, að þar til dæmis, þar er orðanum að þá því hafnað að það séu til kynþættir. En enga síður að þá fólk meðhöndlað eins og það séu til kynþætti. Það er lögð áhersla á að mannkynið sé ekki nein rök fyrir því að skipta mannkyni upp í líffræðilega kynþætti. Aftur á móti í frumvarpinu til laganna 2018 á Íslandi að þá er svolítið öðruvísi orðað að það talað það að hugtakið kynþátt í lögunum að það vísi til skiptingar fólks í hópa eftir kynþætti sem að sögulega hafi verið mikilvægt. Það svolítið svona að mínu viti svona klúðurslegt orðalag í lögunum en ef við frumvarpinu en það allavega að þá meiningin svo að við ætlum ekki að viðurkenna það að fólk sé skipt í kynþætti en það enga síður þannig að við lítum á fólk eins og það sé og sögulega hefur verið litið á fólk eða litið á mannkynið eins og því sem skipt í kynþætti og við þurfum að taka mið af því þegar við erum að setja okkar löggjöf. En það talaði að við séum að tala þarna þjóðernisuppruna með kynþætti og þjóðernisuppruna, þá séum við að tala svona einhvern sameiginlegan uppruna fólk sem hann getur verið landfræðilegur þessi uppruni, hann getur verið saga, hann getur verið menning eða tungumáli eða jafnvel einhverju aðrir þættir. Og það er nú reyndar smá vitleysa þarna og miðast við að þessi vísa til líffræðilega þátta. Þetta var sem staðast framar sem að alltaf vera framar í en smá villa í glærunni bara. En ég ætla ekki að færa þetta því að það gefur það aðeins vísbending líka inntak þessa hugtaka í dómi Mannréttindadómstólsins sem svona tímisjeft dómur sem var þekktur fyrir það að hvernig hann tók sérstaklega á mismunun á grundvelli kynþátta og lagði mikla áherslu á að það væri sérstaklega alvarleg mismunun og hvernig bæri skilgreina hana en það er ekki minnst ekki tími til að fara nánar út í það. En ég nefndi hérna áðan athugasemdir
nefndar samning Sameinuðu þjóðanna afnám kynþáttamisréttis en nefndin hefur gert athugasemdir við Ísland í skýrslu sínu bæði 2010 og 2019 og þær beinast meðal annars af skorti á úrræðum að í löggjöfinni að það sé ekki tekið á, nánast bara mjög lítið tekið á mismunun eða kynþáttamisrétti hér á landi. Og ég nefndi þarna sem breytingu á að sem gerð 2022 á ákvæði almennra hegningarlaga. En lögin jafna meðferð, ég ætla svona bara að setja þau svona í einn pakka þessi hvern lög, annars vegar jafna meðferð innan vinnumarkaðar og hins vegar utan vinnumarkaðar vegna þess að það er svo margt sameiginlegt með þeim, það er skilgreiningar þeirra, þetta sömu á mismunun og svo framvegis. En það til dæmis sameiginlegt með þeim að þau taka ekki til mismunandi meðferðar einstaklinga á grundvelli ríkisfangs eða ríkisfangsleysis og gangi heldur ekki framar ákvæðum laga sem binda réttindi við búsetu hér á landi. Það tekið fram í lögunum utanvinnumarkaðar að þau gildi ekki á sviði einka- og fjölskyldulífs og að því veitum til skýra þessi frá tilskipunum sem tekur þetta ekki fram. Og vinnumarkaðslögin að þau taka ekki til ráðstafana sem að mælti fyrir stofnastendur í lögum sem að vísa eitthvað þátt svona til allsherjarreglu eða almannaöryggis, lýðheilsu eða eitthvað slíkt. Þá gildir þessi lög ekki. En það sem að ef við svona tökum svona þetta helstu atriði laganna að þá banna þau bæði beina og óbeina mismunun og en þegar við tölum óbeina mismunun og þá átt við það þegar að eitthvað að því að virðist hlutlaust svona skilyrði viðmið eða ráðstöfun kæmi verð við einstaklinga eða hópa vegna kynþáttar eða þjóðernisuppruna borið saman við aðra einstaklinga nema það sé hægt að réttlæta þetta á málefnalegan hátt með lögmætu markmiði og að markmiði sé þá við eigandi og nauðsynlegt. Það er líka fjölþætt mismunun er líka bönnuð og það skiptir mjög miklu máli í þessu samhengi vegna þess að fjölþætt mismunun hún getur verið tvenns konar, hún getur bara verið þannig að manneskju sem mismunað bara bæði vegna þess að hún er af erlendum uppruna eða kynþætti, einhverjum asískum uppruna eða eitthvað slíkt og hún er kona, segjum það. Og þá er henni mismunun vegna hvors tveggja, það er aðskilið. Svo getur líka fjölþætt mismunun verið þannig að það er svona samtvinnuð mismunun, það er að segja það er almennt kannski ekki konum mismunað á vinnustaðnum, almennt körlum af asískum uppruna ekki mismunað en konum af asískum mismunað. Þá er það sérstök breyta sem er líka vernduð. Gildissviðið tekur líka til mismununa í tengslu við heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu. Og það gildi það sama mismunun í tengslu við aðgang að almannatryggingakerfinu og öðrum svona félagslegum kerfum eins og atvinnuleysistryggingakerfinu og fæðingarorlofskerfinu. Þar er óheimilt að mismuna. Mjög mikilvægt ákvæði er bann við mismunun varðandi aðgang að vöru og þjónustu. Og það er kannski sem skiptir mjög miklu máli þegar maður horfir til þeirra athuga sem gerða voru fyrir lagasetninguna, þar sem að fólk upplifir þessar fordóma og mismunum gagnvart sér í verslunum, samkomustöðum og svo framvegis. Nákvæmlega á þessum vettvangi þar skiptir svona ákvæði eða getur skipt en það er notað. Það er að segja, rétt að því hérna í lokin. Og það er þó tekið fram að þetta gildi ekki viðskipti á sviði einka- og fjölskyldulífs. Og það er þá átt við með því, af því að við það gert ráð fyrir að sé horft til túlkunar Evrópudómstólsins þegar við erum að túlka lögin, að þá
og Evrópurétturinn yfirleitt, að þá til dæmis þegar maður tala einhver fjölskyldulíf og það væri það kannski ekki mismunun, næði það ekki til þess ef ég ætla að leigja eitt herbergi í íbúðinni minni eitthvað svoleiðis. Þá hef ég miklu meira val og get ráðið því hverjum ég vil leigja þetta herbergi eða eitthvað slíkt, eitthvað þegar komið það svona mjög nálægt eða tímabundin leiga á íbúð, eitthvað slíkt. Nú það líka auðvitað mismunandi, ég nefndi grunnskólann áðan, en það almennt bann við mismunun í skólum og öðrum menntastofnunum og líka á frístundum og í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi. Og það tekið fram að það óheimilt það skylt að gæta þess bæði í námi, kennslu, starfsháttum og daglegri umgengni við nemendur að mismuna ekki. Og þetta gildir auðvitað bara í öllum skólum og menntastofnunum fara meðal þessari hérna. Og það líka tekið fram að námsefni skuli vera þannig og gert að það mismuni ekki á grundvelli þeirra breyta eða að kynþáttar á þjóðernisuppruna í þessu tilfelli og að námsgögnin séu þannig að þau séu ekki til minnkunar eða lítilsvinningar þeim sem eru meðal annars að tilteknum þá kynþætti eða þjóðernisuppruna eins og þarna stendur. Það líka fjallað auglýsingar og sá sem hann að birta auglýsingu eiga á að sjá til þess að hún sé ekki til minnkunar eða lítilsvirðingar þessum hópum. Nú, hvað varðar vinnumarkaðinn þá tók ég bara alla fyrstu greinina þarna upp en það sem snerti vinnumarkaðinn það bæði aðgengi að störfum, það laun og kjör og aðgengi að námi, starfsráðgjöf, starfsmenntun og svo framvegis og þátttöku í samtökum launafólks. Ég ætla ekki alveg núna að fara í þetta, ætla að ísverna, já kannski bara nefni það að því ég sé að minn flýgur að þegar kemur svo, það búin að fjalla svona þennan efnisrétt, helstu efnisréttin sem að finna í þessari löggjöf. Og þá getur maður spyrja sig, hvernig hún svo framkvæmt? Gott og vel, við höfum þessa fínu löggjöf sem að vendar svona gassilega vel, en hvernig hún framkvæmt? Hún í reynd svona virk? Og það kemur til dæmis sem ég var að skoða ársskýrslu Jafnréttisstofu, þetta náttúrulega ekki mörg ár, það ekki komin ársskýrsla fyrir 2023, en til dæmis ársskýrsla fyrir 2022, að þá það koma fram upplýsingar fjölda fólks sem leitar ráðgjafar. Það eitt erindi vegna kynþáttar þjóðernisuppruna til Jafnréttisstofu sem á að sjá þetta. Á heimasíðu Jafnréttisstofu nánast ekkert efni að finna þennan þátt eða þessa löggjöf, mjög lítið og ég spurðist aðeins fyrir þeim og mér skilst að það sé verið að vinna að því. Nú síðan það þannig að við höfum kærunefnd jafnréttismála sem við höfum haft lengi, við höfum haft hana síðan 1991 og hún núna gefið nú út bindandi úrskurði og henni ætlað að taka á kærum á grundvelli þessara laga líka, ekki bara kynjajafnréttislagana eins og lengst af var. Það mjög fá mál sem örfá mál sem hafa komið til kærunefndar vegna þessa. Og þá getur maður velt fyrir sig hvernig stendur á því. Hvernig stendur á því að ef fólk, svona stór hluti, það var, ég man til dæmis 72% sem töldu sig vera mismunað, ég held að það hafi verið 90% sem hefði orðið fyrir fordómum og svo framvegis, hvað veistu maður fyrir sig, af hverju leitar fólk til? Þá það fyrsta lagi þannig, kærunefnd sem það mörg atriði sem maður getur velt fyrir sig. Fyrsta lagi það fólk að vita því. Fólk þarf auðvitað að vita að það einhver úrræði til staðar. Og það hefur kannski ekki mikið verið kynningar á þessum réttindum. Í öðru lagi var kærunefnd jafnréttismála að hún staðsett í forsætisráðuneytinu, hún undir forsætisráðuneytið og jafnréttismálin undir forsætisráðuneytið og kærunefndin staðsett þar eða starfsmaður hennar þar. Þannig að einstaklingur þarf að fara inn í forsætisráðuneytið. Og ég dreg í efa með að miskunntu við margt fólk sem ég hef rætt við af erlendum uppruna að því finnist og okkur kannski finnist í okkar litla samfélagi, okkur
innfæddum Íslendingum af íslensku bergi sem getur rakið okkur aftur til Ingólfs Arnarsonar að kannski ekkert óeðlilegt að fara upp á Hverfisgötu og labba inn á skrifstofuna þar og vegna þess að við teljum að okkur brotið. Að þá það fyrir marga mjög mikið mál. Og að því ég hef nú mest haft reynda með kynjajafnréttismál að gera, en þar heyrði ég mjög mikið svona tortryggni gagnvart yfirvöldum og bara konur sem vildu ekki fara með mál á ótta við yfirvöld. Og það átti þá við þær konur sem komu frá ríkjum þar sem það höfðu ástæðu til að óttast yfirvöld. Þannig að það eitt. Nú svo það að málsmeðferðin skrifleg. Það bara heilmikið mál að skrifa kæru og lýsa og rökstyðja og við erum með sönnunarreglur þannig að kæranda á að leiða líkur að því að það hafi verið brotið gegn viðkomandi og þá færist sönnunarbyrðin yfir á til dæmis vinnuveitanda ef þetta inn á vinnumarkaði og hins vegar hefur að mínu mati verið gerðar auknar kröfur til þess að leiða líkur að nánast að sanna það í upphafi að það hafi verið brotið. Þannig að það svona orðið ákveðin þróun sem getur ekkert verið að fara út í hérna. En allavega að þá það þannig að við erum með kerfi sem ekki aðgengilegt. Langt frá því að vera aðgengilegt þrátt fyrir ugglaust góðan vilja alls þess fólk sem vinnur að þessum málum. Það bara kerfið ekki til þess fallið. Og bæði það þannig að það tekur ekki á kerfisbundinni mismunun og miðar fyrst og fremst við þessa einstaklingsbundnu mismunun og gerir fólki ekki auðvelt að sækja rétt sinn. Þannig að það fara út í þessi mál sem ég var hérna. Rétt kannski nefna því og því ég tek þarna vernd gegn órétti að það sem sagt það líka mismunun að óheimilt að láta fólk gjalda þess að það leiti réttar síns en auðvitað hefur það gert engu að síður og það mikilvægt líka að það ekki hægt að afsala sér réttindi sem lögin tryggja. Aðeins bara að skella hérna svona inn í restina að þegar við erum að velta fyrir okkur hvers konar jafnrétti við viljum hafa og hvaða þætti við þurfum kannski hvaða þáttum við þurfum að taka á og þá hafa náttúrulega verið settar fram margar kenningar í jafnréttisfræðunum það. Ein af þeim eru hugmyndir Söldur Friedman sem hefur svona fjórþætta nálgun á jafnrétti og eins og sem þarna eins og á glærunum að í fyrsta lagi bæta úr óhagræði og neikvæðum áhrifum. Ég eitthvað aktíft til þess að bæta fyrir þá mismunun sem gagnvart þessum hópum sem fyrir verða, að það síðan að taka á staðalmyndum og taka á jaðarsetningunni og fordómum og ofbeldi, gera eitthvað til að styrkja rödd og þátttöku fólks og aðlaga samfélagið ólíkum hópum með þá kerfislægum breytingum. Mjög snöggt yfirlit yfir þetta hvernig við kerfi þessu leyti. Takk fyrir.